ákveðinni vanþóknun og kannski til þess að vekja athygli á atburðarásinni sem hefur verið í gangi síðan í lok nóvember eftir að ég var tekin inn í skýrslutökur hjá samtökunum vegna kæru samtakanna 78 hjá lögreglunni á Suðurnesjum. Þannig nú mál með vexti að við höfum náttúrulega reynt að fá þessi gögn ítrekað og það náttúrulega að verða liðið hálft ár síðan að ég var í skýrslutökum. Ég geri mér náttúrulega alveg grein fyrir því að ferillinn eða the process, altså ferlið, náttúrulega refsingin í þessu tilfelli og það alltaf í þessum tilfellum því að þegar maður komin út í þennan drullupoll sem svona samfélagslegur ágreiningur þá oft gripið til svona ráðstafana að fólk kjöldregið annarkvort í gegnum með kærum eða í gegnum dómskerfið eða því líkt. Þetta þekkja vinkonur mínar í Bretlandi sem ég hef barist við hlið í nokkur ár núna mjög vel. Þær hafa verið kjöldregnar í gegnum dómskerfið og hafa þurft að leita réttarsýns líka í gegnum dómskerfið og hápunkturinn var náttúrulega hæstaréttardómurinn sem var kveðinn upp fyrir nákvæmlega viku síðan og mér þótti ofboðslega vænt það að hafa tækifæri til þess að vera með þessum góðum samherjum mínum í Bretlandi þegar dómurinn var kveðinn upp. En ástæðan fyrir því að ég ákvað að koma live núna og ég ætla að reyna að vera pínu stutt orður og hnitmiðar, mér finnst það eiginlega virka best þannig, fréttaskýring Vísis í morgun sem sagt Facebooki mitt og það virðist vera einhver misskilningur og ég ætla að setja þetta upp á skjáinn, sá hvort ég sé ekki að verða pínu flinkari í þessu eftir því sem ég æfi mig meira. Svona, jú, þá ætti þetta að vera komið, já. Stendur sem sagt Eldur Smári Kristinsson, formaður samtakanum 22 sem hefur verið kærður fyrir hatursorðræðu af samtökunum 78, segir á gögnum málsins sé markvisst haldið frá sér. Að það sé eitthvað sérstaklega bogið við íslenskt réttarfar þegar oddviti stjórnmálaflokks dreginn í skýrslutökur hjá lögreglunni daginn fyrir kjördag í lok nóvember vegna móðgunargirni og lélegs lesskilnings einhverra kynjafræðinga á Suðurgötunni. Og þetta alveg rétt og ég líki mig við Voldemort og þetta náttúrulega ofsóknir sérstaklega í ljósi þessa að síðan í byrjun febrúar eftir að ég réði lögfræðing til þess að verja hagsmuni mína þá hefur ekkert gengið að eiga samskipti við lögreglu. Það mjög erfitt að fá svör frá þeim, svörun á tölvupóstum. Við vorum sendir frá einu lögregluembætti sem satt á lögreglunum á Suðurnesunum yfir á lögreglunum á höfuðborgarsvæðið og allt þar frameftir. Nú í kommentakerfunum á Vísi í dag og þetta kannski endurspeglar svona pínu þessa stemningu, sko, ég held að fólk á Íslandi gerir sér ekkert grein fyrir því að þessi svokallaða mannréttindahreyfing og transhreyfing og hinsegin hreyfing á Íslandi, hún ekkert öðruvísi en þessi sem við sjáum í Bandaríkjunum og í Bretlandi. Því miður, málið það að það hefur bara ekki myndast þannig andrúmsloft að við höfum náð að draga þetta fólk úr skelinni, svo að segja, og fá það til þess að bæði tjá sig og tala og mætast, jafnvel bara, þú veist, þegar kemur að einhverjum mótmælum eða samkomum eða málfundum eða þess háttar. Kommentakerfi á Vísi ber þess vott að þeim finnst allt í lagi og ég sem sagt bara að láta vorkenna mér að ég skuli ekki vera búin að fá nein gögn og þetta bara allt í lagi að mér sé bara haldið utan við sem sagt hugsanlegt sakamál sem ríkið að íhuga að höfða á hendur mér þar sem ég sviptur frelsinu í 2 ár, allt að 2 árum. Þannig að
þeim finnst alltaf lægi að þetta taki svona tíma, en hins vegar, þá þetta jafnvel í bága við 7. grein mannréttindasáttmála Evrópu réttláta málsmeðferð. En þessir kyndilberar mannréttinda, þeim virðist vera alveg saman þetta, en eins og ég segi, því meira sem þetta fólk talar og því meira sem þetta fólk talar, því meira afhjúpa það sig sjálft. Ég held að það sé einmitt ástæðan fyrir því að fjölmiðlar eins og Ríkisútvarpið og Vísir, Stöð 2, fleiri hafa markvisst verið að þagga mig niður vegna þess að bæði samtökin 78, forsvarsmenn þeirra og þeir sem hafa hitt mig í eigin persónu, þeir vita það að ég ekkert einhver unreasonable tutti þegar þú talar við mig og ræðir málin við mig auglitis til auglitis. Það ekki þannig. Hins vegar ætla ég alveg að viðurkenna það að ég á það til að vera hvatvís og hvass í mínum málflutningi. Ég ætla ekkert að fara neitt í felur með það. En það líka ákveðin taktík til þess að reyna að stinga gata á ákveðna búblu sem og hefur verið allsráðandi allt of lengi. En nóg það, ég ætla að sýna ykkur grein sem ég sendi á alla fjölmiðla og þá meina ég alla ritmiðla og vefmiðla og við skulum sjá hvort að ég geti ekki breytt þessu og núna verið að hringja í mig. Heyrðu, þú verður að fyrirgefa mér, ég í beinni útsendingu, ég hringi í þá eftir. Já. Eins og ég sendi grein á alla fjölmiðla í fyrra dag, meira þess að þetta var pínu seint nótt vegna þess að ég var dálítið lengi að þessu vegna þess að ég vildi gera þetta vel. Og það grein sem heitir Ugla og refskákin og þetta svar við grein Uglu sem birtist á vef Heimildarinnar. Og ég sendi, og ég hefði í raun og veru hefði ég vilja að þessi grein hefði einmitt verið birt á heimildinni því að undir venjulegum kringumstæðum þá ættu skoðanaskipti og svar við pistlum fólks birtast á sama miðli og það væri náttúrulega það eðlilegasta í svona velfungerandi lýðræðissamfélagi en því miður þá búum við ekki við slíkt lýðræði eða við búum ekki við slíkt lýðræðislegt samfélag í augnablikinu og því fyrr sem fólk gerir sig grein fyrir þessu því betra. En ég vil aðeins renna fljótlega í gegnum greinina mína því að hún hefur bara birst á nútímanum. Ég sendi hana á fréttina, á nútíman, á heimildina, á DVAF, á Vísi. Ég sendi hana reyndar ekki til Morgunblaðsins vegna þess að hún of löng. Þar hámark 5.000 slög. Þannig að ég hefði þurft að stytta hana umtalsvert til þess að koma inn í Morgunblaðið en hún hefði ekki funkað eða virkað sem skildi í Morgunblaðinu vegna þess að það í raun og veru ekki greinin sjálf sem ég skrifa sem kannski það áhugaverðasta í greininni heldur hlekkirnir sem ég tengi eða hengi við greinina mína. Við skulum aðeins kíkja á hana og ég ætla ekki að fara sem sagt neitt svakalega djúpt í hana. Ég vil bara að þið vitið af þessari grein og þið sem hafið áhuga að kynna ykkur málin betur þá vitið þið hvað þið eigið að leita eftir. En kíkjum aðeins á greinina mína. Hérna skrifi ég í gær birtist pistil á heimildinni og það linkur þá í greinina sem Ugla skrifar á heimildinni. Eftir þekktasta transaðgerðarsinna Íslands, Uglu Stefaníu Jónsdóttur. Ugla var eins og sumum kunnugt mótframbjóðandi minn í oddvitasæti við síðustu alþingiskosningar í nóvember síðastliðnum.
Í pistli sínum fjallar Ugla dóm Hæstaréttar Bretlands í máli sem skoskar kvenréttindakonur höfðuðu gegn skosku ríkisstjórninni varðar lagalegar skilgreiningar á orðunum kona í jafnréttislögum sameinaða konungsdæmisins á Bretlandseyjum. Systursamtök samtakanna 22, LGB Alliance, fékk leyfi Hæstaréttar til þess að grípa inn í málið, það kallast á ensku intervention, eða intervene, með beinum hætti til þess að koma á framfæri þeirri tvöföldu mismunun sem lesbíur verða fyrir sem samkynhneigðar konur og lakari réttarstöðu samkynhneigðra almennt vegna rangtúlkun laganna af hagsmunasamtökum eins og systursamtökum samtakanna 78, Stonewall. Stonewall hefur í mörg ár, líkt og samtökin 78, séð hinsegin fræðslu í ríkisstofnunum, skólum, embættum og fleira og kynnt rangtúlkanir sínar sem lög sem öllum bæri að fara eftir. Fjölmiðlar eins og Ríkisútvarpið, Vísir og Heimildin, og þetta kannski ástæðan fyrir því ég hef ekki fengið þetta birt, vegna þess að ég sendi þeim náttúrulega pillu sem ég tel bara vera fullkomlega eðlilegt. En þessi fjölmiðlar hafa því miður slæman ávana að birta allt frá Uglu og samherjunum í samtökunum 78, gagnrýnilaust og án þess að staðreynda tjekka eitt eða neitt. Og máli mínu hérna til stuðnings, þá get ég upplýst til dæmis, áhorfendur það að til dæmis þegar Kasskýrslan kom út í fyrravor. Guð, tíminn líður svo hratt, það bara ár síðan, já það rétt, það ár síðan. Þegar Kasskýrslan kemur út, þá formaður samtakanna 78, boðaður í viðtal, bara einn fyrir bingo, beinti í hljóðver á Efstaleiti og tala Kasskýrsluna. Og hún hafði ekki einu sinni lesið skýrsluna, en ég hafði lesið skýrsluna og ég átti fund með landlækni í september síðastliðnum, eða nei, það ekki rétt, fundurinn átti að fara fram í september, fór fram í október, sama dag og Alma Möller, þáverandi landlæknir, tilkynnti einmitt framboð sitt til Alþingis. Þá afhenti ég landlækni úrdrátt úr skýrslunni á íslensku sem ég hafði gert ásamt fagfólki en nei, ekkert fjallað það og enginn hefur boðað mig í neitt viðtal á Efstaleiti eða neitt, enda ég Voldemort hann sem má ekki nefna. En nú það, höldum áfram með greinina. Skal við sjá. Við ættum að fá hana bara upp hérna núna. Ugla segir að með dómnum var kveðið á að ég get ekki lengur orðið fyrir kvenhatri á vinnustað og ég sé ekki lengur talin kona í tölfræði í stjórnun fyrirtækja eða opinberra stofnana. Einmitt það já. Dómurinn hann fjallaði ekkert þessar ranghugmyndir Uglu kvenhatur. Dómurinn staðfesti það sem skosku kvenréttindakonurnar, forsvarsmenn Sex Matter og For Women Scotland, ég glemdi að nefna þau í greininni, sorry ladies, og LGB Alliance. Dómurinn staðfesti bara það sem við vissum. Karlar geta aldrei orðið konur með eða án breytingar á kynskráningu. Lögin sem voru til umfjöllunar voru Gender Recognition Act frá árinu 2004, sem sem sagt lögum viðurkenningu svokallast kyngerfis, og Equality Act frá árinu 2010 og það sem sagt jafnréttislög. Frá árinu 2004 þá gat fólk með sjúkdómsgreininguna kynáttunarvandi fengið svokallað kyngerfisvottorð eða Gender Recognition Certificate sem gerði því kleift að fá útgefið nýtt fæðingarvottorð og skilríki. Lögin staðfesta einfaldlega að svokallaður lagalegur tilbúningur, sem á ensku legal fiction, ekki ofar kynbundnum réttindum kvenna og með kvenna þá átt við, sýnist ég hafa þurft að hækka hérna, þá og með hvert ég komin? Fyrirgefðu. Ugla rekur í pistli sínum að réttindi transfólk hafa verið skert með þessu, en það hins vegar ekki rétt. Ugla átti aldrei þannig rétt að vera í rýmum ætluðum konum. Ugla átti aldrei rétt á að vera kona í tölfræðistjórnun fyrirtækja og opinberra stofnana.
En málið það, þegar konur segja nei við kvengerla eins og Uglu og fleiri, þá kvenfyrirlitningin aldrei langt undan. Þá freki kallinn og tilkallinn með alla sína eitruðu karlmennsku, svo ég noti lingóið þeirra, fljótur að birtast og hótar því að ætla ekki að virða samfélagssáttmálann kynbundin rými kvenna með ógnandi myndböndum og eða grænaskrifum. Og svo aðstóða fjölmiðlarnir við upplýsingafölsun. En hins vegar vegna rangtúlkana og upplýsingaóreiðu hinsegin samtaka á borð við Stonewall, ACLU, GLAAD, samtakana 78, Foreningin Frí og fleiri, þá frömdu bara karlar sem skilgreina sig sem konur innbrot hábjartan dag inn á kynbundið réttindasvið kvenna, með hjálp fjölmiðla eins og Heimildarinnar, Ríkisútvarpsins og Vísis sem staðreind að tékka ekki neitt skapaðan hlut sem kemur frá þessum aðgerðasinnum. Dómur Hæstaréttar, hann tryggir nú konur sem skilgreina sig sem karlar rétt á fæðingarorlofi. Ekki tala þetta, Uglu skýtsam þetta. Lögin staðfesta líka samkynhneigðir, það fólk sem laðast að öðrum af sama kyni, fólk eins og ég, bara svona old fashion, eldgamlir íhaldshommar, og þá náttúrulega átt við líffræðilegt kyn. Við megum núna, eins og við vissum, koma saman, auglýsa viðburði og útiloka hitt kynið, sem sagt útiloka konur, alveg óháð því hvernig konur skilgreina sig, hvort að þær þykjast vera eitthvað hommahermur eða hvort að þeir þykjast vera eitthvað kallar eða annað. Við megum útiloka þetta fólk. Vegna þess að samkynhneigð og hommar og lesbjur, við megum hitta annað fólk af sama kyni, líffræðilegu kyni, og við höfum það funda á samkomufrelsi en þann dag í Bretlandi. Hins vegar, á Íslandi, þá hafa samkynhneigðir ekki þennan rétt lengur, því að við megum ekki mismuna á grundvelli svokallaðrar kynvitundar og kyntjáningar. En þetta minnist Ugla ekkert á. Orðið kynvitund, það birtist fyrst þingheimi árið 2010 og hérna vil ég að kannski aðeins takið eftir því sem ég að segja. Orðið kynvitund birtist fyrst þingheimi árið 2010 á 138. löggjafarþingi í umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands og það hlekkur á þá umsögn í greininni. Ég ætla ekki að fara inn í hana hér. Ég eiginlega hvet ykkur til þess að fara og skoða þetta sjálf. En fyrir 15 árum þá vissi Mannréttindaskrifstofan að kynin væru 2, en kynnir þingheimi fyrir umdeildum kenningum kynjafræðinnar svokallaða kynvitund sem algjörlega frumspekileg tilgáta sem á ekkert erindi inn í lög frekar en til dæmis sálin. En áhrif samtakana 78 lagasetningu. Hins vegar orðinu troðið í lög eftir að Guðmundur Helgason, þáverandi formaður samtakana 78, skrifaði umsögn og hér hlekki ég á umsögn hans frá árinu 2012 og fór fram að það yrði gert. Og náttúrulega þingið hlýddi því án efnislega umræðu því að íslenska þingið eins og mörg önnur þjóðþing á Vesturlöndum, þeim hafa verið gjörsamlega haldið í gíslingu og verið blekkt af aktivistum og það engin þingmaður eða stjórnmálamaður sem vill hafa það einhvern veginn á sínum ferli að þeir hafa verið fordómafullir bigotar eða hafa verið á móti mannréttindabótum fyrir hina eða þessa hópa. Málið það, stjórnmálastéttin lét fólk blekkja sig og ég fer ekkert ofan af því. Ef við getum ekki treyst í að stjórnmálamenn vinni vinnuna sína og skoði þær upplýsingar sem þeim berast og svona staðreyndatékka það og annað, þá ættu þeir kannski að fara að hugsa sér til hreyfings og leita á önnur mið eftir atvinnutækifærum. En sko, þetta veit Ugla allt saman og þau vita þetta líka hjá samtökunum 78. Þessar blekkingar hluti af refskák sem var hönnuð fyrir hinsegin félög á Vesturlöndum. Lögfræðisamsteypan Dentons gerði úttekt og gaf út skýrslu og það linkur í þessa skýrslu, þetta löng skýrsla, ítarleg,
að beiðni alþjóðlegra ungmennasamtaka ILGIO sem íslensku samtökin áttu aðild að og Q-félag stúdenta á enn aðild að. Skýrslan, hún í raun vegvísir sem hagsmunafélögin áttu að fara eftir og hafa gert og í henni eru leiðbeiningar hvernig sé best að blekkja stjórnvöld og fjölmiðla til þess að ná fram markmiðum sínum. Engin annar en Ugla Stefanía höfundur inngangsskýrslunnar. Áður en þessi skýrsla var skrifuð, þá var allskyns ungum aðgerðasinnum boðið á svona eins konar sumarbúðir á Möltu og þarna voru þessir aktivistar þjálfaðir til þess að vinna þá vinnu sem hefur verið unnin. En ég kalla þessa vinnu skemmdarverk. Þetta var einn angi að því að yfirtaka borgaralega réttindabaráttu ýmissa hópa sem átti fyllilega rétt á sér. Grasróta fólki, grasróta starfinu var gjörsamlega sópað til hliðar og inn komu atvinnumennirnir. Og þetta á við alla góðgerðarstarfsemi meira eða minna í mannréttindamálum á Íslandi. Þetta orðinn iðnaður, þar sem nánast ekkert grasrótastarf á sér stað, heldur eru atvinnumenn og þetta bákn sem mergsýgur skattgreiðendur og báknið verður stærra og stærra og stærra. Við verðum nefnilega átt okkur á því að á bak við þennan jaðarsetta og viðkvæmasta hóp samfélagsins risastór kolkrabbi, þar sem hverjum anga hans stjórnað af öflugum peningamaskinum. Á meðan við búum við löggjöf þar sem orðin kyntjáning og kynvitund eru í lögum eins og í dag, þá eru réttindi barna, kvenna og samkynhneigðra stórkostlega skert. Þessi orð þarf að nema úr íslenskri löggjöf og lögin kynrænt sjálfræði sem ég tel að standist ekki stjórnarskrá verður að fella úr gildi. Með því ég alls ekki að segja að réttindi eins eigi að skerða. Við eigum hins vegar öll að njóta sömu mannréttinda samkvæmt 65. grein stjórnarskrárinnar. Það ekki hlutverk kvenna eða samkynhneigðra að fórna sínum réttindum fyrir örlítinn hóp karla sem telja sig vera í ofur viðkvæmri stöðu. Það til margir aðrir hópar af körlum í viðkvæmri stöðu. Og það verk okkar karlana að bjóða þá alla velkomna og koma fram við þá til jafns við aðra. Þetta var nú greinin mín og ég veit ekki betur en að ég hafi ekki verið með neitt hatur hérna, þó að einhverjum kunni að mislíka boðskapinn. En sko, skörp gagnrýni ekki hatur og samfélagslegur ágreiningur ekki hatur. Það búið að vera löngu tímabært og búið að vera tímabært í langan tíma að setjast niður og ræða málin í pallborðsumræðum eða á málfundum eða annað. Ég legg ekki, í raun og veru þá get ég ekki treyst því að málstaðnum okkar í samtökunum 22 og málstaðnum sem ég hef verið að berjast fyrir og vekja athygli á síðustu ár njóti sammælis nema að það sé í þannig formati að það sé live og í pallborðsumræðum og á netinu því að mér finnst nú leiðilegt að nafngreina fólk og annað en ég hef nú 1,5 ár síðan, 2 ár síðan þá vorum við niður á Austurvelli nokkur að mótmæla og þar kom að tala við mig kona sem nú aðstoðarmaður Þorgerðar Katrínar að mig minnir. Hún heitir Ingileif Friðriksdóttir. Hún var sem sagt að vinna að eins konar, átt að fara að vinna að þáttaserjum hatursorðræðu á Íslandi og hún kemur að tala við mig og við ræðum saman líka í Facebook skilabóðum sem ég á sem betur fer skjáskot á því að þessana nefni ég nú nafni hennar því að ég get á þessi gögn máli mínu til stuðnings. Ég á alla kvittanir, það verður bara að vera þannig. En hún vill sem sagt fá mig í viðtal og fjalla í sambandi við hatursorðræðu á Íslandi og ég segi við hana, já, ég
Ég tel mig nú ekki hafa beitt einhverju hatursorðræðu þó að ég sé kannski skarpur og hvass í mínum málflutningi, en jú, ég skal vissulega taka þátt. En með þeim fyrirvara að þá vil ég vera með mitt eigið tökulið á sama tíma og þau hjá RÚV, ég held hún hafi verið að gera þetta gegnum RÚV, ég ætla ekki að fullyrða það, en Ingileif Friðleifsdóttir sem Ingileif Friðriksdóttir, já. Hún, sem sagt, þetta er konan hennar Maríu Rutar, þingmanns í Viðreisn. Hún var sem sagt ætla að vinna þessu og ég sagðist taka þátt með glöðu geði ef ég fengi að hafa mitt eigið tökulið og taka upp allt samhliða og að ég áskil mér rétt til þess að nota myndefnið sjálfur ef svo bæri undir og ef ég yrði tekin og slitin úr sambandi. Þá misti hún áhugann á að ræða við mig og okkar samtali lauk þar með. Og þetta, ég ána þetta sem betur fer skriflegt vegna þess að þetta fór fram á Facebook Messenger. Já, þannig að þið sjáu það. En núna eru sem sagt sumir að byrja að hafa samband frá Egilsstaðs fjölmiðlum og ég verð að segja, ég tek því svona með pínu varkárni vegna þess að það sko með hvernig búið að tala mig, hvernig fjölmiðla embargóið á mig búið að vera undanfarin ár, þá á ég opaslega erfitt með að treysta og treysti tildulega mjög fáum í þessum bransa. En einhvers staðar verður við samt að byrja og ég fagna náttúrulega því að það þurfti sem sagt bæði Hæstaréttardóm í Bretlandi og forsætisráðherra í Bretlandi til þess að taka stað á einum sólarhring þar sem ég tókst ekki á meira en 5 árum að setja gata á þessa búblu að núna eitthvað að gerast. Ég veit að fólk talar ofboðslega vel mig hingað og þangað og fólk sendi mér ofboðslega mörg og hvatningarmikil skilaboð og annað en getur ekki sýnt stuðninginn sinn í almannarýminu. Þetta eitthvað sem við verðum að breyta, við getum ekki halda svona áfram. En þetta í raun og veru það sem ég vildi koma á framfæri í dag. Ég á leiðinni til Danmerkur í fyrramálið, bróðir minn að fara að ferma örverpið sitt helgina og það brjálað að gera, en mér langar áður en ég kveð ykkur að sýna ykkur og ef þið farið inn á Facebook síðu Samtakanna 22 þetta það sem ég búinn að vera að vinna að núna mjög lengi og ég ekki ennþá búinn og núna ég að komast í smá tímaþröng þegar ég alveg 20 mínútur eftir að vinna að setja að handskrifa og gera texta og læti. En við erum að fara að frumsýna mynd á Hótel Kríunesi 8. maí klukkan 7:30, húsið opnar klukkan 7 sem heitir Rangi líkamar og þar veltum við upp þessum spurningum hvað veldur þessum veldisvexti barna með laskaða sjálfsmynd, hvað að í umhverfi þeirra, hvað samfélagið að gera rangt, eru börn og ungmenni að fá æskilegar hugmyndir úr skólanum, notkun barna á samfélagsmiðlum af hinu góða, eru einhverjir líkamar rangir, hvað transhumanismi, erum við að horfa upp á fjöldageðrof í beinni, hefur réttmæt réttindabarátta fyrir borgaralegu réttindum þróast í sértrúarsöfnuð eða jafnvel dauðakölt og ræðum málin. Þannig að ég vona að þið kannski látið sjá okkur, miðaverðið 2500 og það bara svona til þess að dekka kostnaðinn við þetta blessaða við þennan viðburð og við verðum með húfur eins og þessar og einhverja bóli og eitthvað svona lítilræði til sölu á staðnum ef þið viljið leggja okkur lið. En ég ætla samt ekki að hafa þetta lengra í dag. Ég búinn að vera í hálftíma og ég ætlaði mig bara að vera í korter, þannig að ég búinn að vera tvöfalt lengur en ég ætlaði. Þannig að ég segi bara verið blessuð og sæl og hafið það bara sem allra best og já, förum að ræða málin en í guðanna bænum svona
kannski núna er kannski tími til þess að tempra hérna umræðuna aðeins. Þú veist, verum bara málefnaleg og verum heiðarleg og reynum að gera þetta vel. Við getum þetta. Og hérna, en já, verið bara blessuð og sæl og takk fyrir að hlusta. Bless.